líta á nokkur efni trúna og því miður það að margir Íslendingar eru farnir að segja skilið við trúna, segja barnatrú og ég þarf ekki barnatrú. En ég vil meina að það ekki nóg að bara lifa lífinu, það nauðsynlegt að spyrja og athuga, Guð til? Hver Guð? Guð miskunnsamur eða hann reiður og harður? Og sá Guð sem ég hef kynnst í Biblíunni Guð sem getur skapað, Guð sem veit hvað framtíð ber í skauti sér, Guð sem hefur reynt allt til þrautar til að ná til okkar mannana og vill ekkert meir en að allir komist í hjálpræðis og lifi að eilífu. Svo í kvöld ætlum við að líta á annað. Það harka dómsins eða hvað gerir Guð? Margir segja að Guð sé dómharður. Hvað segir Biblían? Svo ætlum við að líta á það í kvöld en við skulum lúta höfði í bæn. Drottinn Guð, það eru svo margar kenningar og margar sögur sem fara af þér og hver þú ert. En við viljum gjarnan vita hvað þú segir þig sjálfan. Við viljum læra hvað rétt og hvað satt og ekki búa til okkar eigin Guð. Svo í kvöld við höldum áfram okkar rannsókn, þá biðjum við að þú verið nálægur og þú gefur okkur skilning. Í Jesú nafni. Amen. Það voru tvær konur, það voru tvær mæður. Báðar höfðu nýlega fætt barn. Við vitum ekki mikið þær, við vitum ekki hvað heita eða hétu. Við vitum ekki hversu gömul þessi tvö börn voru nema þau voru unga börn. Við vitum ekki hvaða starf þær höfðu en við vitum að þær bjuggu saman og virðist sem að þær áttu ekki eiginmann. Og eina nótt þá vaknar önnur konan og gerir sér grein fyrir að barnið hennar dáið. Í angist grípur hún upp og syrgir í hljóði en hugsar svo, ég ætla að gera eitthvað. Hún stendur upp hljóðlega, tekur barnið sitt og gengur yfir að hinu rúminu, að hinni vöggunni og þar tekur hún barnið sem sofandi, lyftir því upp og setur barnið sitt sem dáið ofan í vögguna. Læðist upp í sitt rúm, lætur barnið sem lifandi við hlið sér, breiðir yfir sig og fer að sofa. Morguninn eftir vaknar hin móðirinn. Undrandi að barnið sitt var enn sofandi, lítur á það og finnst eitthvað skrítið. Kemur við það og það kalt. Hún rekur upp angistavein, barnið hennar dáið, hún rífur upp og heldur á því og hún kissir það og lítur á það og reynir að líka við, áttar hún sig á því. Þetta ekki barnið mitt. Hún lítur á hinu konan sem sofandi og hún hreyfir sig ekki, hún ríkur til hennar og segir, kona, ert þú með barnið mitt? Hvað er þetta barnið þitt? Hvað gerðist? Og hinn konan segir, nei, barnið þitt dó. Hún kemur upp sig. Og þær gráta og þær rífast. Hávaði heyrist fram, einhver kemur og þær fara fyrir dómarann, fyrir konunginn. Þeir ganga fyrir konunginn, Salómon. Sá vitri konungur, hann lítur á þær og horfir á þær báðar, horfir á börnin, hlustar á sögu þeirra og síðan skipar hann hermaður og segir, hermaður, taktu barnið sem á lífi. Og konunnar horfa á undrun, hvað ertu að gera? Og hann skipar hermannum, taktu sverðið og höggðu barnið í tvennt sem lifandi og skipta milli þeirra og rektu þær út. Og þegar hann skipar það og hermannum tekur upp sverðið, þá rekur upp móðurinn sem á barnið sem á lífi angistavein og segir, nei, leyfðu hinni konan að hafa það. Og Salómon segir, þetta móðurinn, gefðu barnið til hennar. Var það ekki frábært ef að lífið var alltaf réttlátt eins og þetta? Allt gengi vel og að það væri ekkert óréttlæti í heiminum, að það væri vitrir menn sem að geti tekið á öllu og skilgreint alveg hvað á bakvið, allt leynimakk væri opinbert, væri það ekki frábært? Það eru góða fréttir. Því ég held að þessi saga dæmi hvað Guð ætlar að gera. Hann veit hvað að gerast. Og einn dag
mun hann dæma í málum manna og skera svo úr að allir verða sáttir. Allir muni segja, vá, svakalega vitur, einmitt, þetta er svona, þetta er rétt. Og við lítum í Lúkasar Guðspjall, 12. kaplan og 2. vers. Það segir Kristur, ekkert er hulið sem eigi verður opinbert, né leynt er eigi verður kunnugt. Því mun allt það sem þér hafið talað í myrkri heyrast í birtu og það sem þér hafið hvíslað í herbergjum mun kunngert á þögum uppi. Athyglisvert. Sumir kannast við bankahrunið og heyrt talað um það og lifa það. Einn ættingja minna hafði lagt til hliðar eftirlaunin sín, dágóð upphæð og keypt bankabréf með því. En einn dag treysti hann því að bréfin var ekki örugg og ákvað að fara í bankann og selja bréfin og setja eitthvað annað, fjárfæstu annars staðar. En hann var eindregður að alls ekki gera það, bíddu áfram, bíddu lengur, því að þetta er öruggasti staðurinn. 3-4 dögum síðar hrundi allt og hann tapaði öllu. Einn dag mun allir vita hvað gerðist. Hverjir tóku peningin sinna út? Hverjir lugu og sögðu fólki, þetta er tryggt, þetta verður opinbert, bankahruni, leyndarmál bankarhrunsins munu verða gerð opinber. Og þeir sem stóðu á bakvið það, auðmenn og stjórnmálamenn, munu standa andspænis þjóð og alheimi og Guði og gera skil á gjörðum sínum. 1. Korinthubréf, 4. kafli. Það byrja að lesa í öðru versi og lesa til og með 5. versi. Nú er þess krafist að ráðsmönnum að sér hver reynist trúr. En mér er það fyrir minnst að vera dæmdur af yður að mannlegum dómþingi. Ég dæmi mig einu sinni sjálfur. Ég er mér ekki neins ills meðvitandi, en með því er ég þó ekki sýknaður. Drottinn er sá sem dæmir mig. Dæmið því ekki fyrir tíman áður en drottinn kemur. Hann mun leiða það í ljós sem í myrkrinu hulið og opinbera ráð hjartanna og þá mun hver sig hljóta þann lofstýra Guði sem hann á skilið. Símtal Geir Haardes og Davíð Oddssonar, það verður opinbert. Og þeir munu standa skil á því, hvort sem það er gott eða slæmt. Öll leyndarmálin sem að þjóðin spyr þau verða opinber. Leyndarmál þegar við plötum aðra, þegar menn að svíkja aðra. Þegar fátækir menn rændir, þegar gamalt fólk og elliheimili fær ekki peningana sína, það verður allt opinbert. Það er engin leyndarmál fyrir Guði. Fyrsta Korinthubréf, 3. kafli. Ef við lítum hér á 11., 12., 13. vers. Annan grundvöll getur enginn lagt en þann sem lagður sem er Jesús Kristur. En ef einhver byggir ofan á grundvöllin gull, silfur, dýra steina, tré, hey eða hálm, þá mun verk hvers sem sig verða augljóst. Dagurum mun leiða það í ljós, af því hann opinberast með eldi og eldurinn mun prófa hví verk hvers og eins er. Það er ekki alltaf sem allt er opinbert strax þegar verknar ná sér stað. Ég man þegar ég kom hingað til Íslands sem ungur maður til starfa og ég var æskulýðsleiðtogi og það var árleg hefð að fara á krumsóla í útilegu með unga fólkið. Og af því ég var æskulýðsleiðtogi átti ég að fara með þeim. En ég fór ekki til þess að vera barnapía. Við vorum með samkomur, við vorum með leiki, við vorum ýmislegt í gangi. Og ég man vel laugardagskvöldið þá kom ungur maður til mín og vinkona hans og sagði, heyrðu, Þröstur, þau eru að koma krökkunum í hátinn snemma, farið snemma að sofa í kvöld. Ég vissi alveg hvað klukkan sló. Það var eitthvað brugg í gangi, eitthvað leynimakk í gangi. Ég ætlaði mér ekkert að leika leik við það. Ég segi, já, við skulum fara snemma að sofa. Ég hef ekkert að móti því að hvílast vel í nótt. Svo við fórum allir að sofa snemma og í nóttina fór einhver hópur út að leika sér. Það allt í lagi. Gera þess að viljið. Næsta dag heldum við áfram að klárum, fórum heim. Það var síðasta krumsólaferðin. Ég fór ekkert aftur. Hafði engan áhuga að fara með hópinn. Þau héldu að þau hefðu unnið og gert sitt.
fengið sínu fram, en þau eyðilögðu fyrir allum öðrum. Og þannig að stundum í þjóðfélaginu, fólk heldur að sig gera gott og gera vel og skara það í eigin köku, en það skemmir fyrir öðrum. Og Guð segir, einn dag mun allt koma í ljós. Því miður er ekki bara stjórnmálamenn og auðmenn og aðrir sem eru að reyna að svíkja þjóðfélaginu, það eru líka kristnir menn sem stundum reyna að leika leik, það sem sumt í felum. Ég hef heyrt kristna leiðtoga að tala sykurhúðuð loforð. Það sem þau lofa öllu fögru en ætla sér aldrei að standa við það. Og ég hef líka heyrt kristna leiðtoga sem að hafa skarað eigin köku eftirlaunum og launum og neita síðan að borga öðrum sem í sömu stöðu, samskonar eftirlaun. Einn dag mun þetta allt vera opinbert. Það verður engin leyndarmál og menn og konur munu þurfa að standa frammi fyrir Guði og gera skil að sínu verkum. Og þegar við lítum okkar eigin barm og hugsaum það, þá kannski rís okkur hugur. En bíðið við, það er líka góða fréttir. Við höfum heyrt talað löglegt en siðlaust. Frægt orðatiltæki. En hjá Guði er ekkert slíkt til. Það er ekkert slíkt til. Lítum á nokkra texta. Byrjum í öðru Korinthubréfinu, 5. kaflanum, 2. Korinthubréf, 5. kaflinn og 10. vers. Því að öllum oss ber að birtast fyrir dómstóli Krists, til þess að sérhver fá það endurgoldið sem hann hefur aðhafst í líkamanum, hvort sem það er gott eða illt. Það eru margir textar eins og þetta. En það er athyglisvert þegar lítur í Ábyrgðarbókinni 14. kaflan, flettum þangað, 14. kaflinn og 7. vers, þetta er í hjarta Ábyrgðarbókarinnar, þessar miklu spádansbókar. Það segir, með hárri röddu, óttist Guð og gefa honum dýrð, því að komin er stund dóms hans. Engillinn staðhæfari segir, sá dagur mun koma þegar dómur er hafinn. Og þegar við lítum í spádansbók Daníels, þá gefur Daníel okkur ákveðna daga og þegar við lítum á það, þá eru yfir 100 ár síðan dómur hófst á himnum og það er ástæða fyrir því að dómur hefst á himnum. Margir segja, í dag margir kristamenn kenna, það kemur annað tækifæri, en Biblían segir nei, það er í dag sem við þurfum að taka ákvarðanir. Þegar dómur er þegar hafinn og það eru góðar fréttir. Flett í 22. kaflan Ábyrgðarbókinni, síðasti kaflinn í Biblíunni. Endurinn af Biblíunni, 12. versið. Það segir Kristus, sjá ég kem skjótt, launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Þegar Kristus kemur, þá er búið að ákveða örlög okkar. Og þú getur sagt, er það gott? Hvernig stend ég þá? Bíðum við komum að þessu. Það eru góða fréttir, en það er líka raunveruleiki sem við verum að horfast í augu við, að það er engin leyndarmál hjá Guði. Og allt sem er rangt verður gert rétt. Og þeir sem ekki leita Guðs og reyna að leiðrétta það sem er gert rangt, munu þurfa að svara til saka á þeim efsta degi. Flettum í Mattheus 22. kafla. Kristus segir þar dæmisögu sem er athyglisverð. 22. kaflinn. Það byrja að lesa 11. vers, 11., 12. og 13. vers. Konungurinn gekk inn að sjá gestina og leið þar mann sem ekki var búinn brúðkaupsklæðum. Hann segir við hann, vinur, hvernig ert þú kominn og ert ekki brúðkaupsklæðum? Maðurinn gat engu svarað. Það vegna þess að konungurinn hafði boðið honum klæði. Það var allt tilbúið, allt gert tilbúið fyrir hann. Og hann neitaði að fara í fötin sem voru gerð fyrir veisluna. Konungurinn sagði þá við þjóna sína, bindið hann á höndum og fótum, varpið honum í ystu myrkur, þar voru grátur og gnístaðan tanna. Það er annar texti sem talar þennan fatnað, sem talar að hafa rétt klæði.
Bók Sakaríasar, spámanns, rétt á undan Mattheusi, 3. kaflan í Sakaría. Þar talað Jósúa æðstaprest sem stóð frammi fyrir engli drottins og Satan honum til hægri handar til þess að ákæra hann. Þannig sjáum við mynd þar sem að Jósúa æðstaprestur og syngur með við hann Kristur og Satan. Morgunstjörnurnar tvær að deila hann. Annar segir hann minn og hinn segir hann syndur, hann á ég. Og þeir rífast hann. Að lokum segir Kristur, drottin mælti til Satans, drottin ávíti til Satan, drottin sem hefur útvalið Jerúsalem ávíti þig. Ekki þessi eins og brandur úr báli dreginn? Var ég ekki að bjarga honum úr eldinum og kom því til vegar að hann verður ekki ösku? Svo segir áfram, Jósúa var í óhreinum klæðum, þar hann stóð frammi fyrir englunum. Þá tók engillinn til máls og mælti til þeirra stóðu frammi fyrir honum. Færið hann úr hinum óhreinu klæðum. Síðan sagði hann við hann, sjá, ég hef burt numið misgjörð þína frá þér og læt nú færa þig í skrúð klæði. Engillinn að tala misgjörðir, lifnað, syndir. Og Guð segir, ég ætla að taka misgjörð þínar af þér, ég mun færa þig yfir í hrein skínandi klæði. Lesum áfram. Enn fremur sagði hann, látið hreinan ennistúk höfuð hans. Þá létu hreinan ennistúk höfuð hans, færðu hann í klæðin sem engill drottins stóð hjá. Og engill drottins vitnaði fyrir Jósúa sagði, svo segir drottin allsherjar, ef þú gengur á mínum vegum og varðveitir boðar mín, þá skal þú og stjórna húsi mínu, gæta forgarða minna og ég heimila þér að ganga með þessara þjóna minna. Það var barátt þennan æðstaprest. Hér var drottins maður, prestur, æðsti prestur. Hann hafði misgjörðir, hafði vandamál í lífi sínu og Kristur kom til þess að hreinsa hann, rífa hann úr eldinum og bjarga honum og Satan sagði, Kristur stopp, hann minn, hann hefur syndgað og Kristur segi, já, ég veit hann syndgað, en ég ætla að gefa ný klæði, mín klæði. Og Kristur hreinsar hann og gera hann hæfan til að fara inn í Guðs ríki. Hæfan til að standa í náðis Guðs. Förum snöggvast yfir í Óperubókina og við komum svo aftur hérna í Sakarías. Óperubókina 3. kaflan. Þar Kristur að tala til Laodíkusafnarins, fólk sem lifir á síðustu dögum. 18. versið segir, ég ræð þér að þú kaupir af mér gull skýrt í eldi til að þú verið auðugur og hvít klæði til að skýla þér með að eigi komi í ljós vanvirða nektar þinnar og smyrja með augu þín til þess að þú verið sjáandi. Kristur veit að nútíma fólk á í vandræðum. Hann veit að við erum syndu. Guð veit að okkur verða á mörg mistök. Hann veit að við þurfum ný klæði því að við getum ekki farið inn í Guðs ríki með misgjörður okkar á bakinu. Og hann segir, keyptu af mér gull og smyrsl og hvít klæði og keyptu af mér ókeypis. Og við förum aftur í Sakarías. Það sagan Krist og Satan að rífast Jósúa æðstaprest alveg eins og þau gera þig. Og Kristus segir, ég vil taka þig úr eldinum og bjarga þér. Og svo segir í 9. versinu, drottin allsherjar segir, ég tek burt á einum degi misgjörð þessa lands. Þetta eru góðar fréttir. Einn dag, Guð í miskunnsemi sinni, mun setja sín föt á þig, hylja misgjörðir þínar, gera þig réttlátan og segja, þú ert nú hæfur að ganga inn í mitt ríki. Ekki að því að við erum svo fullkomin og góð, ekki að því að við gerum engin mistök, við öll gerum mistök. En þegar við tökum við Jesú og leyfum honum að klæða okkur upp á nýtt, leyfum honum að breyta okkur, þá erum við hæf fyrir hans ríki. Flettið annan tíma þessa bréf. Páll skrifa til Tímóteusar, 3. kafli, merkilegur texti. Í það segir Páll, vitaskuld þetta á síðustu dögum munu koma örðugar tíðir.
Hann segir það verður erfitt á síðustu dögum og þjóðfélagið í dag er erfitt, en takið eftir hvað hann segir erfiðleikana. Mennirnir verða sérgóðir, fégjarnir, rautsamir, hrokafullir, lasmalendur, foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir, kærleikslausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framhleypnir, ofmetnaðarfullir, elskandi munalífi meira en Guð. Er þetta ekki íslenskt þjóðfélag í dag? Alveg eins og það er amerískt þjóðfélag, það sem ég bý. Þetta er lýsing á þjóðfélaginu í dag, mannfólkinu í dag. Við erum eigingjör, sjálfselsk, reynum að hafa skemmt okkur, að hafa fjör, án tillit til annarra. En takk eftir næsta versi. Þeir hafa á sér yfirskinn guðhræðslunnar en afneita krafti hennar. Þetta eru alvarleg orð. Það eru margir sem telja sig vera kristna og segja, já, ég er kristinn og lifa sínu lífi eftir sínu höfði og neita Guði að breyta þeim. Neita að taka við krafti Guðs þess að breyta þeim og klæða þeim réttlætisklæði svo að við getum farið inn í Guðs ríki og Guð getur bjargað okkur úr eldunum sem munu koma. Það eru góða fréttir. Því að dómurinn er ekki harka dómsins, heldur miskunnsemi hjartans. Því að Guð mun gefa þér allt sem til þarf til hjálpræðis, ef þú vilt aðeins leyfa honum að starfa í lífið þínu. Lítum á nokkuð aðra texta. Jóhannes og Guðspjall, 12. kafli, og lesa hérna 2-3 texta í Jóhannes og Guðspjalli. Jóhannes og Guðspjall, 12. kafli, og ég ætla að lesa 47. og 48. vers. Ef nokkur heyrir orð mín og gætir þeirra ekki, þá dæmi ég hann ekki. Þetta er Kristur að tala. Ég er ekki kominn til að dæma heiminn, heldur til að frelsa heiminn. En sá sem hafnar mér og tekur ekki við orðum mínum, hefur sinn dómara. Orðið sem ég talaði verður dómara hans á efsta degi. Kristur segir, ég hef engan áhuga að dæma neitt. Ég vil hjálpa, ég vil frelsa, en ég hef talað til allra, eins og Páll sagði í Rómarbréfinu, mennirnir eru því án afsökunar. Orðin sem Kristur talað, Biblían, samviskan sem hefur talað til okkar, hún mun vera þessi vitnisburður að Guð reyndi, Guð talaði til þín, Guð sýndi þér miskunn. Og eina leiðin til þess að glatast og vera ekki í Guðs ríki er að hafna þessari miskunn Guðs aftur og aftur og aftur og aftur. Jóhannes og Guðspjall, 5. kaflinn. Jóhannes 5. kaflinn og lesum 22. versið og áfram. Enda dæmir faðirinn engan, heldur hefur hann falið syninum allan dóm, svo að allir heiðri soninn eins og heiðra föðurinn. Sá sem heiðrar ekki soninn, heiðrar ekki föðurinn sem sendi hann. Sannlega segið þau, sá sem heyrir orð mitt og trúir þeim sem sendi mig, hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur hann stiginn yfir frá dauðanum til lífsins. Tók eftir þessu. Sá sem tekur við orði Krists, sá sem leyfir krafti Guðs að lifa í þeim og vinna í þeim, hann er færður frá dómnum yfir til lífs. Dómurinn á sér stað í dag á himnum, og ef að þú meðtekur kraft Guðs, þá stígur þú ekki dóminn, heldur fer Kristur í þinn stað. Og þú ert frjáls frá þeim dóm. Frábæra fréttir. Fléttir Jónas og Guðspjall 3. kaflan og við þekkjum svo vel 16. versið. Litla Biblían. En lítið á 17. versið. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heiminn skyldi frelsast fyrir hann. Guð hefur engan áhuga að dæma þig. Hann hefur engan áhuga að senda þig í dóminn. Þess vegna er dómurinn í gangi í dag, svo þú þurfir ekki að fara í hann. Ef að
Kristur væri aðeins lögfræðingur þinn, það átti engan séns. Ef þið lítið á menn sem hafa verið sakaðir stóra glæpi, O.J. Simpson til dæmis, af hverju sleppa þeir undan? Vegna þess að lögfræðingur þeirra klár, sniðugur og skapar efasemd í kviðdómnum eða í huga dómarans. Og ef það efasemd, einhver spurning, þá verður að láta mannin lausan. En í dóm Guðs, það engin efasemd. Þitt líf stendur bert og opið. Öll þín orð, þínar hugsanir, þínar gjörðir eru opinberar, opnar fyrir alla að lesa. Og ef Kristur var lögfræðingur þinn, hvað á hann að segja? Hann gerði þetta ekki? Jú, það sést að þú gerðir þetta. Þú sagðir þetta. Þú plataðir þennan, þú laugst að þessum. Eina leiðin fyrir þig að fara í dóminn að það gerist núna og Kristur fer í þinn stað. Og þegar nafnið mitt kemur upp, Þröstur Birkir, þá hoppar og stekkur Kristur upp og segir, já, ég hér, Faðir. Og Faðirinn lítur á Jesúm Krist og segir, Þröstur, gaktinn í fagnað Guðs, gaktinn í Guðs ríki. Dómurinn góðar fréttir. Kristur tekur þinn stað. Hann kom ekki til að dæma neitt, hann kom til að frelsa. Og þegar við meðtökum Krist, þá færumst við yfir frá dómnum yfir til lífsins. Og Daniel gaf mjög skýrt til greina að dómurinn hófst fyrir meira en 100 árum og í gangi í dag á himnum, og þegar Kristur kemur aftur, dómurinn búinn. Leið mér bæta við einu smá orðið þar. Ef þú vilt ekki að Kristur taki þinn stað, þá hefurðu valkost að fara sjálfur eða sjálf frammi fyrir Guð og tala þínum eigin málstað og reyna að verja gjörðir þínar. Ég mæli ekki með því að allt þitt líf verður opinbert og þú munt ekki eiga séns að komast inn í Guðs ríki. Það í dag sem við þurfum að taka ákvörðun. Það í dag sem hjálpræðistundin það núna sem við þurfum að taka ákvörðun. Að leyfa Krist að fara fyrir okkur. Matthæus Guðspjall, 12. kafli, á næstu texti. Matthæus Guðspjall, 12. kafli, og lítum á 37. og 37. vers. Kristus sagði, ég segi þér, hvert ónýtju orð sem menn mæla, munu þeir verða að svara fyrir að dómstegi. Þegar orðin þínu myndu sýknar og orðin þínu myndu sakfelldur vera. Ef að þú kýst að fara á eigin spýtur inn í Guðs dóm, þá mun hvert ónýtju orð vera þar beint fyrir framan þig og þú átt ekki séns að fara þar í gegn. Galatabréfið, 3. kafli, Nýja testamentið. Við höfum verið þar áður fyrir í kvöld, svo nú förum við aftur í Galatabréfið, 3. kaflan, 10. vers. Við lásum þetta áður eða fyrir. Bölvun hvílir á öllum þeim sem byggja lögmálsverkum því að ritað Bölvaður sá sem ekki heldur fast við allt það sem lögmálsbókin ritað og breytir eftir því. En það augljóst að fyrir Guði réttlætist enginn með lögmáli því að réttlátum við lifa fyrir trú á Jesúm Krist. Bölvunin sem kom í aldingarnum í Eden með syndinni, hún hvílir á okkur. Kristur kom til að taka þessa bölvun á sig. Á krossunum tók hann bölvunina. Páll sagði í Galatabréfinu 3. kaflanum að Kristur gerði þetta og Guð meðtók fór Krist sem bölvun í staðinn fyrir okkur. En ef við höfnum Kristi, þá erum við ennþá bölvuð. Við förum í dóm Guðs sem bölvun. Það ekki möguleiki að fara í gegn, því að við getum ekki haldið orð Guðs og boðað hans fullkomlega. Það ekki hægt. Þú þegar búin að brjóta lög Guðs. Svo þó þú reynir að lifa hérna heilegu og helgu lífi, það gengur ekki upp. Það er of seint að reyna það. Svo það eina von okkar að Kristur taki okkar stað. Åpenbarelsebókin, 6. kafli, 15., 16., 17. vers. Þetta það sem gerist
þeir sem að hafna gjöf Guðs. Þetta eru viðbrögð þeirra þegar Kristur kemur. Konungar jarðarinnar og höfðingjarnir, herforingjarnir, auðmennirnir, mektarmenn og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og í hömrum fjalla. Og þeir segja við fjöllina hamrana, hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjóna hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lamsins. Þegar komin er dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Þeir sem hafna Guði finnst návis Guðs vera reiði. Þess vegna hefur Guð verið í felum. Þess vegna hefur Guð farið tilbaka. Til þess að eldurinn brjótist ekki út. Til þess að reiðin kom ekki fram. Því hann vill að allir frelsist. En þegar við neitum að meðtaka gjöf Guðs sem var að taka bölvun í okkar stað. Þegar við höfnum boði Krist að fara í dóminn fyrir okkur. Þegar Kristur kemur, þá verða svo mikið hræðsla, okkur finnst Guð vera reiður, brennandi, eyðandi eldur og við hlaupum í felur og biðjum fjöllin að hrynja yfir okkur. Hversu miklu fremur að við hlaupum til Krist núna sem Kristur hjálpað okkur. Það er svo oft misskilið þessi reiði Guðs. Það er ekki Guð sem segir ég ætla að vera reiður og reyna að refsa ykkur, heldur frekar að Guð sem er að vernda okkur þegar við höfnum honum og hann dregur sig í hlé. Þá birtist hann okkur sem reiði. Tökum sem dæmi sögunum höggormann í eyðimörkinni. 40 ár er Ísrael að fara í gegnum eyðimörkina. Guð verndar þeim, gefur þeim mat, klæðir þau og verndar á allan hátt. Og fólkið fer að mögla og kvarta og kveina og segir Guð, við viljum fara tilbaka. Svona farðu frá okkur og Guð segir ok, ég skal bakka, ég skal draga verð mína í burtu. Og hvað gerðist? Höggormar komu. Og þegar að lesa söguna, þá er eins og Guð sé að segja, ég ætla að senda höggorma til ykkar. En þetta var afleiðing þess að Guð dró sig í hlé. Og leið og fólki kalla og hrópa og sagði Guð, hjálpa okkur. Þá sagði Guð, hérna er bronshöggormur á tré, á spýtu og staur. Leið og þau horfið á þennan höggorm, þá batnar ykkur. Og þeir sýndu trú í verki, þá kom Guð aftur og ýtti höggormun í burtu og verndaði tjaldbúðirnar aftur. Guð er ekki reiður, en hann birtist okkur stundum sem reiður Guð vegna þess að við höfnum honum og viljum ekki hafa hann í lífi okkar. Og það er hættulegt. Guð er eyðandi eldur. Guð segir ég er ábyrgur en ég er ekki sekur. Og einn dag mun ég sýna ykkur hver er sekur. En spurningin kemur. Hvernig get ég verið viss að ég er drottins megin? Hvernig get ég verið viss að Guð fyrirgefi mér? Hvernig get ég verið viss að þegar Kristur kemur, þá meðtek ég hann með opnum örmum, fagnandi glaður? Það er tvær sögur sem að útskýra það vel. Það voru einu sinni 2 konungar, fyrst einn og svo annar. Sál konungur og Davíð konungur. Báðir voru valdir af Guði. Báðir voru smurðir af Samúel spámanni. Báðir voru settir sem ungir menn, óreindir menn. Gerðir hæfir af Guði og sendir til þess að vera konungur. Og Sál konungur var einlægur. Hann var hár og myndarlegur. Hann var valinn, kosinn af Guði, settur sem konungur, fyrsti konungurinn í þjóðinni. Hann var ekkert að reyna að vera konungur. Hann var að hjálpa pappa sínum. Og hann var hikandi, fór í felur þegar hann vissi átt að velja konung. En einn dag þurfti hann að fara í stríð. Hann kallaði saman hermenn og Samúel og segi við hann spámaðurinn, Sál, bíddu eftir mér. Þegar ég kem og hitti þig og herinn, þá mun ég leiða til guðþjónustu, til tilbeiðslu. Síðan farið þið til orustu og þið munið vinna. Sál safnar saman herliði sínu, þeir bíða. Samúel kemur ekki, herinn er tilbúinn, bíða 2 daga, bíða 3 daga, hermennir eru svolítið stressaðir og farnir að labba í burtu. Þeir get ekki beðið, þeir eru hræddir. Sál konungur segir, hvað er að gerast? Hvað er Samúel? 6 dagar, vika líður. Að lokum segir Sál, jæja,
ég ætla bara að fara og leiða samkomuna. Ég er konungur, ég get leitt þessa guðþjónustu, ég hef séð það svo oft, ég veit hvað á að gera. Svo hann tekur hermennina, leiðir að altarinu og leiðir í tilbeðslu. Samúel kemur stuttu seinna og segir, Sál, hvað gerðirðu? Það er athyglisvert hvað Sál segir. Í staðinn fyrir að viðurkenna mistök sín segir, hermennirnir, þeir gátu ekki beðið, þeir voru farnir að hlaupa í burtu, ég varð að gera eitthvað, ég er konungurinn, það var þeim að kenna. Nokkru síðar er hann aftur að fara í stríð og Samúel segir við hann, Sál, vertu viss að gjörsamlega útrýma öllu og taka ekkert herfang. Allt á að eyðileggjast. Sál segir, ok, við gerum það. Hann fer til orustu, þeir vinna fullnaðan sigur og þegar þeir koma tilbaka, þá kemur Samúel á móti og segir, Sál, hvaða hljóð heyri ég? Hvað er að gerast? Af hverju heyri ég í kindum og í kúm og hvað er þetta? Og Sál segir, hermennirnir, þeir vildu eiga það besta á góssinu. Og Samúel sagði, Sál, sagði ég þér ekki að útrýma öllu? Jú, og ég gerði það, en hermennirnir, þeir vildu eiga sumt að því besta. Vandamáli hjá Sál var ekki það hann gerði mistök. Heldur þegar spámaðurinn benti honum á hvað hann hafði gert, kenndi hann öðrum afsakaði sig. Og sagði, nei, ég ger enga vitlaus, ég ger engin mistök. Það voru þeir sem gerðu þetta. Það voru mistök Sáls. Þegar Guð talar til okkur með samvisku, þegar Guð talar til okkur gegnum ritninguna og við neitum að fylgja og berum síðan afsakanir, það er ekki hægt, það er vinnuveitendum að kenna, það er einhverjum öðrum að kenna, þjóðfélagið setur mikla pressu á mig, fjölskyldan neitar að leyfa mér að fylgja þér. Þá segir Guð, hvað á ég að gera? Ég get ekki hjálpað þér. Lítum á Davíð. Konungur, hann verið það í nokkur ár, smurður af Guði, settur í hásætið af Guði. Hann hafði verið sigursæll í orustum. Hann hafði farið til orustu og útrýmt hernum, unnið fullnaðan sigur, nema hann var ein borg eftir. Og hann segir herforingja sínum, far þú að borginni og takta hana og kláraði verkið. Og Davíð er heima í höll sinni, nýtur lífsins, horfir í kringum sig og sér fallega konu að baða sig á húsþaki. Hann girnist hana og spyr hana og lætur koma hana til sín og hann barnar hana að gera hana ófríska. Hún sendir skilaboð til hann og segir, Davíð, ég er með barni. Hann veit alveg hvað að gera og hann reynir að leysa vandamálið og hann lætur senda skilaboð til mannsins hennar sem er í stríði. Segir, komdu heim, segðu mig fréttir. Og maður Bathsheba kemur til Davíð, segir honum fréttir og Davíð segir hann, farðu nú heim til þín, njóttu lífsins og eftir 2-3 daga fara aftur á víglínuna. Hann þakkar fyrir, fer út, en í staðinn fyrir að fara heim, þá fer hann að hliðinu, borgarhliðinu. Davíð kallar næsta dag og segir, af hverju fórstu ekki heim? Hann segir, hvernig get ég verið heima og notið lífsins þegar hermenn mínir, félagar mínir eru í tjöldum í orustu? Svo Davíð býður mig til veislu það kvöld, hann gerir hann drukkinn og hann ætlar sér að þegar hann er drukkinn, þá fer hann heim til sín, en nei, hann fór samt út af hliðinu. Svo Davíð hugsaði með sér, eitthvað verði að gera og hann skrifa bréf til hershöfðingja síns. Þessi maður sem ber þetta bréf, látt hann fara í fremstu víglínu. Og á bardagastund, orustustund, dragðu herinn tilbaka, skildu hann eftir. Og ef hann deyr, það er ekki þér að kenna. Og enginn mun spurja neitt. Hvað gerðist? Maðurinn fór í fremstu víglínu. Herinn dróg sig tilbaka, hann dó í orustu. Skilaboð kom tilbaka til Davíðs, Davíð, maðurinn því miður, hann dó, við mistum einn mann í hernum og það var Úrija Hittæt, maður Bathsheba. Davíð er sár og leiður. En nokkru seinna kemur spámaðurinn til hans og segir henni sögu fátækan bónda sem átti eina kind.
Og ríkan bónda sem átti margar kindur, margar hjarðir, og þegar gestur kom, í staðinn fyrir að taka eina af sínum kindum, tók hann þessi einu sem var hjá nágranna bóndanum, fátæka bóndanum. Og Davíð verður svo reiður. Hann segir, þessi maður að skilja deyja, segðu mig hver hann er og ég skal refsa honum. Og Nathan spámaður bendur á Davíð, segir Davíð, þú ert sekur. Og þegar Davíð gerði sig grein fyrir hvað hann hafði gert, hann féll saman og grét. Hlustið á hvað hann skrifar. Sálmarnir 51, Sálmarnir 31. Lesum Sálmana 51. kaflan, eða Sálminn, 51. Sálminn. Sjá hvað hann segir. Guð, vertu með náður, sakir elsku þinnar, afmá brot mín, sakir þinnar miklu miskunnsemi, þvo mig hreinana misgjörð minni, hreinsa mig af synd minni. 9. versið, hreinsa mig með ísóp svo ég veri hreinn, þvo mig svo ég veri hvítar en mjöll. 12. versið, skapi mér hreint hjarta á Guð og veit mér að nýju stöðu hann anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og taka ekki þinn heila anda frá mér. Veit mér aftur fögnuð þín hjálpræðis og styð mig með fúsleiks anda. Davíð var niðurbrotin maður. Munurinn á Sál og Davíð var þessi. Sál hafði afsakanir, synd hans virtist svo lítil, en Davíð, hann vissi hann var brotlegur. Og hann sagði, Guð fyrirgefðu mér, breyttu mér, hreinsaðu mig, ég veit ekki hvað ég á að gera. Góðu fréttirnar eru þessar. Guð getur fyrirgefið hvað sem er. En ef þú ert ekki tilbúin að biðja Guð að fyrirgefa þér, þá getur hann ekki hreinsað þig. Það skiptir engu máli hvað hefur gerst í fortíðinni, eða í dag, eða á morgun. Því að Kristur tók bölvun synda þinna á krossin. Bölvunin er burtlæg. Þú ert frjáls, ekki til að fara að lifa hvað svo þú vilt, heldur til að lifa fyrir Krist, og kraftur Krist mun breyta þér, gefa þér frið, gefa þér sigur, og hvert sinn sem þú hrasar, hvert sinn sem þú fellur, þá ferðu bara aftur til Krist, til krossins og segir, Kristur, mér mistókst aftur, hvað á ég að gera? Og Kristur segir, ég fyrirgef þér, þú ert hreinn. Ég gef þér skínandi klæði, og einn dag, á einum degi, mun Kristur taka í burtu alla tilhneigingu til að synga. Og þú munt aldrei, aldrei aftur fremja misgjörð. Og þú munt endurspegla lyndiseinkunn Guðs og vera eins yfirgripinn af kærleika og miskunnsemi eins og Guð er. Bölvunin verður tekin burt fjarlægð og þú verður frjáls. Spurningin er einfaldlega þessi. Ertu tilbúin að viðurkenna mannlega bresti þína? Hvort sem það er stjórnmálamaður, viðskiptamaður eða fátækumaður, einhver sem glímur við áfengi eða eiturlyf eða fjármál eða vináttu eða trú sína. Það skiptir ekki máli hvað það er. Kristus segir, dómurinn í dag er í gangi og ég skal taka stöðu þína. Ég er þegar búin að taka á bölvunina og þegar Jesús kemur aftur, þá mun hann hafa breytt þér fyrir kraft sinn. Og þú munt hafa réttlætisklæði, skínandi réttlætisklæði, tilbúin til að ganga inn í Guðs ríki. Þetta eru góðu fréttirnar. Harka dómsins? Alls ekki. Miskunnsemi hjartans, það býður Guð þér í gegnum Jesú Krist. Og spurningin er þessi. Ertu tilbúin til að meðtaka það og segja, Kristur, hjálpaðu mér. Ég þarf að þér að halda. Það eru boðin sem standa fyrir þig í dag. Hefur að biðja. Drottinn Guð, þetta er alveg stórkostlega fréttir. Svo oft heyrum við að dómurinn sé harður og miskunnslaus og bara eitthvað sem við getum ekki farið í gegnum. Jú, þú segir að allt verður opinbert, en þú hefur tekið bölvunina fyrir okkur og þú ert fús þess að fyrirgefa okkur. Því að þú komst til þess að frelsa en ekki til að dæma. Og í kvöld
við hlýðum á þennan boðskap, við íhugum orð þín, mættum við segja, Drottinn, hér ég, tak mig, hreinsa mig, gefðu mér styrk, veittu mér kraftinn til þess að lifa fyrir þig, í dag og eilífð, í Jesú nafni.